Hér allavega allir tilbúinni, klukkan orðin 4. Það föstudagurinn 24. nóvember árið 2023 og FM 95 blöður hafið göngu sína. Blöndaleiti ég og sitt í mínu sæti. Beint á móti mér sitja tveir mjög hamingjusumir menn. Annar heitir Egill Einarsson og hinn heitir Steindór og Steindórsson. Drengir, þið ekki hamingjusamir? Já, sko, við erum náttúrulega fjórir inn í stúdíun akkur núna. Það verið að fylla á kæli. Já, okkar besti maður hérna að fylla á túborkælin okkar. Það rosalega. Málið bara, ég var að tala um að spjalla saman núna þetta árið fórum on the air. Ég með koncept augskanni eða fingarskanni á kælinu. Þetta ekki hægt svona, sko. Og það því að þú veist það eru bara það marga fyllibittur að vinna hann upp á sín. Ég er ekki að tala með neikvægt. Þetta er í rauninni þannig sé jákvægt, sko. Annarkvort fyllibittur eða nískar fyllibittur sem það versta sem hún finnur, sko. Það ekkert verra heldur en nísk fyllibittur. En málið við vitum aldrei aðalega þríkar. Robby, takk hjá fyrir okkur. Þetta er sko, þetta er allar ekki G. Þetta er hérna okkur maður Tommy. Vitið hvað ég fann að halda? Og svo þetta Þráinn. Og þessi þrí menn búin að vera þetta skammar. Mál að við gáðum Tomma grænt ljós sem voru eiginlega mistöf. Það drekkur svo 18 bjór á dag, sko. Já, hann reynda vill meina að hann sé búin að vera rosa dölur í ræktinu og edru þessa dagana. Þetta segir mér að sé ekki til í dag. Við allir takti sem þetta augskanni á svona hérna og svona helvítis. Augskanni, okkur ferðir ekki við setjum bara lás. Hengilás, gamli góði. Já, setjum svo bara lykil inn í lás. Ég minn maður Richard er að fara að opna hann lás, sko. Rikki er ekki að fara að crack the code á okkur lás. Naga í gegnum hann er ekki að fara að copy-pasta augun á okkur fjölu hann alltaf bara takið úr okkur og Wesley Snipes bara að naga sig í gegnum þetta Demolition Man. Já, Wesley Snipes augun og gæði hann vissi passwordið Teddy Bear svo tók hann augað á penna og komst út. Sko, án þess að væla hérna of mikið yfir þessu það sko, þetta tæmist þar hrætt í okkur að ég fann að gruna að sé einhver hérna sem að mæti stundum hérna bara með höldupoka og takja með sér heim. Þetta er bara við þurfum að setja upp kameru hérna því að það er einhver sem er að taka 10 með sér heim og kvöld. Það er bara pott. Menn er alltaf vextirnir eru háur og menn er að spara, sko. Já, ekki það bara að stela björnum okkar. Já, en það er nú ekki sjá að markaði að fólk er að spara. Það var bara voru stór tíðindi datringir á markanum. Já, brefin grænur og dalur. Já, sko, allir brókar á Íslandi eru núna í blackout. Það kom fréttin á Vísi, strákar, að það þurfti að það sko, hvað var þetta hérna? Marel, salan var stöðvuð. Já. Það var bara, hún fór hratt upp, sko. Gott að fá Stock Market Stone í skýst. Vanal í blöðkastinu. Það verður bara millifarað núna yfir í FNÍ blöð. Já, þetta er yfirleitt í blöðkastinu, sko. En það kom hérna frétt á Vísi að salan hafi verið stöðvuð. Já. Það er ekki bara, er ekki allir í gýr þá? Jú, ég meina sjáu þið samt sko, ef maður horfir út loks eitthvað jákvætt í þessu lífi. Ég veit að Hjöppi, okkar besti maður Hjörvar Hafliðarsson, hann kíkti í preppi hjá okkur kóngurinn, eins og við göllum hann hann er á leiðinni heim til sín núna í heita pottin að hlusta. Ég held að hann sé mættur í pottin og hann hatar þegar við tölum með veðrin. Sjáu þess að þegar maður lítur út hvernig er hægt að vera í góðu skap og klukkan 4 það er ekki, það er bara slapp ég er alltaf að velta klukkan 4 Akkur búðu þérna? Þetta er ekki hægt. Þetta er pælið sem að Hjöpa hann á bara hann á heitan pott. Já. Pældi því að eiga heitan pott. Það er rosalegt. Einhver eru tekjurnar að heitan pott heima. Þú er bara heima, bara vasku upp Hjöppi og sér hugsaður bara ég ætla að fara í stuðbússu út í pottin. Ég get trúið að Hjörvar var að hleyja þetta. Luxuslíf. Já, ég er bara einn daginn maður lætur sér dreyma. Þú ert ekki með pott. Nei, nema hvernig er þetta Steinn? Svo getur við náttúrulega selt þess að fínu bíl ykkar og kefti hverja pott, hann kostar 1 milljón. Ég er á rafbíl, sko. Ég get ekki selt rekstralegu. Ég er ekki að spólu með Mustang, sko. Þú getur selt aðra Tesluna þeirna. Já, það er góða bútur, sko. Og kefti pott. Það getur kefti svona 13 potta. Það getur kefti pott en ég býði í fjölbíl, sko. Hvað er að setja hann? Við raskatuð á mér það. Ég er bara því miður ekki með að mention. En sko, það kom rosalega að ástæðan fyrir í byrjan að tala okkar besta Hjöppa er að hann mun mæta í aukaþáttunum Mercedes Club. Við ætlum að vera með aukaþáttun Mercedes Club í blöðkastinu. Þetta er hræðilegt að fá Hjöppi þann þátt. Og það verður rosalega þáttur. Ekki hræðilegt fyrir þáttin, það er hræðilegt fyrir mig að hræðilegt fyrir þann þátt. Hann kom með eitt rosa punkt að herðu, við verðum að talk to some fans. Og hann var eitthvað stæst, hann var það mikill aðdáandi Mercedes Club að hann fylgdi ykkur til Portugal og hann er vist með ykkur að sögur af því sem að við getum þurft að
henda í Jú, það var hendi ferð bara, þú gæti keypt miða, flug, hótel og Mercedes Club til Portugal Valli var var það svona bara eins og hérna á trippingar bara pakki Já, bara, þetta er bara ferð sem Valli hendi Mercedes Club til Portugal bara eitt verð fegst að vera með the band var full vel eða? Já, ég hef ekki bara fara í næsta topic ekki svolítið eitthvað sem Hjöppi veltist einum eða hann ekki og sænar hann inn í þátt ég sko þegar þessi þáttu fyrir loftið þá sænar Gilsis inn í 8 vikta tennir í ferð slekka öllum miðlum og halla mér aftur bara Við þurfum að fá okkar besta mann í heimsferðum að henda í svona ferð aftur með Mercedes Club heimsferður og Mercedes Club til Portugal Já, sko Maður ekki rosalega Ég hef allir sportkjöfum með þá er ég klár, sko En ok, öllu ganni sleftur En var þetta full vel af aðdáðandum? Nei Það var ekki full vel af aðdáðandum Það mætti allavega svo 20 En það var áttið á því að sko þessi hljómsveit fór frá að vera the shit yfir í zero á 3 mánuðum sem hefur aldrei gerst í sögun og það var þetta við gigguðum yfir Já, þetta er að koma að Portugalferðinni og þetta er í síðasta sinn ég veit við vorum að tala um Þú búið að þetta mjög oft sko En þegar að koma að Portugalferðinni og ég veit að þetta voru ekki okkar bestu menn í heimsferðum en það var einhver ferðaskrifstof með þetta sem að auglýsir bara koncept sem að Valli Sport smíðaði skilur sem það fær ekkert eðlilega mikið að góðum hugmynd konceptið var, viltu ferðast með Mercedes Club til Portugal og fara á ball með þeim það Já, vorum að gigga á Pacha, Portugal, svona stærsta klútum bara í Portugal sko En hvað voru margir sem að svona skráðu sig í það? Málega er að mysteriously voru við cancelled á Pacha og ef maður voru að mætti til Portugal að Valli Sport í staðin fyrir að detti ykkur þunglít en hugsaði lausn En þú voru að svara með Svo gæs, þú bara að finna nýja stað En hvað voru keyptir margir með þar í vélina? Það er eitthvað svo að ræða við Hjörvar Hafliðason En var hann að segja satt á hann? Ég held að það var einn miði seldur sko Einn miði? Og málega er að sá gæi sem keypti þennan miða Hjælt að var að sæna sig inn í ferð ævi sinna sko bara tróðfulla vél og ball Hjælt að var að fara í ykkur sturlað þar Sko ef hann er að hlusta núna þá er hann að fara að koma í hennan aukavægt líka Ég verð að fá að sko gaurið sem keypti sig í þessa ferð því að það var sendur einn miði á Mercedes Club til Portugal Þú veist Ég vil hitta hann Balli, hann hélt að hann var að fara með 300 Íslandingum Íslandingapartí allan daginn Hann hefur bara verið einn ráfandum bara göturnar og bara býð eftir ballinu Þá hefur mættilega verið tómt á þessu balli Já, það var alltaf bara Þú veist, ekki var lókallin að mæta Hann fann alltaf nýtt venue King Valli Sport sko En ekki var lókallin Við stóðum upp á borðum þegar það var ekki svið Ég er alltaf að fara að gera það Og ég gleym aldrei hennu Þetta er bara stimpað Ég með hræðild minni en ég man þetta þegar ég er upp á borðið hérna að gigga Upp á borði? Var ekki svið? Nei, stóðum á borðið Hörðu, ég gleym aldrei Ég er að horfa yfir salinn og Hjöppi stendur hann í krátinu og ég hef aldrei séð gæja hlæja mikið og hann lágu tárin niður kinnunar á honum hann náði ekki andan hann hló svo mikið þegar að Mercedes Club var upp á borðum En hvað voru bara ekki í salnum? Ég svona gisk 20-30 manns Og þá var 19 Valli sagði bara gæs, ég múið að leysa þetta Ég fann geggjaðan klúb Hvað hétt hann? Boom eða eitthvað Úff En þetta málið Þetta er alltaf bara eitthvað sem það fer í Þetta er upp á sögurnar minnum Mercedes Club sögurnar Og þetta er ekki helmingunum sko Ég geti skrifað bók um Mercedes og þetta er eitthvað bestseld og fyndnasta bók bara í sögunni Þú ættir að gera það Svo náttúrulega var líka landsmót hestamanna kom stort Eitt kapli þar sko Það þarf að fara yfir þetta Við keyrðum allir á bíl vorum allir ofan á þakjun á bílnum og það var sírennur þú veist, út af því við vorum með base cup sem var lögga þannig að sírennurna fór í gang keyrðum inn það voru alltaf hliðina sko Hjöppi líka lendi því að þeir voru með harðan umbóðsmann á þessum tíma Vallasport að Hjöppi, hann var bara eins og hann orðaði þetta sjálfur og þá var hann bara aftur í vélinni with the band og hann var vist komin í ómikinn gýr að Valli Sport svona þurfti aðeins að skamma og hann þurfti að leifa hljómsveitina hann tók mitt í hliðar og sagði þessi gæði hana þú maður að skrúa hann niður núna þá Hjöppi bara komin í stemningu hljómsveitin þarf að kvíla sig fyrir giggi þetta er sko en þetta er bara eins og segi þetta allir sem har hlustað og mjög gaman að það sko ég bara þetta er bara ég elskar svona sögur það er líka talandi flugvélar ég þarf ekki annað en að hugsa Steinda
ef ég er í vondu skapi eða ég er svona heima með eitthvað svona þreytt Ég er með flugulega svo að þér líka sko. ef ég er svona eitthvað þreyttur og eitthvað þá hugsa ég þegar við vorum að fljúga til Krítar einmitt með heimsverðum að og okkar besta tók smá kast og sparkaði borðið og datt rauðvinni við fólk gefur fram á okkur þá man ég get lokað augunum þar sem ég horfa á Steinda ég veit nákvæmlega hvernig hann lítur út ég er svona að reyna að haldi hann og segja þetta er bara tími þetta er bara að gefa þið tími það er ekkert að bara breytast þetta það er ekkert sem getur að gera þetta er bara tími við erum bara að gefa þið smá tíma allt í ruggli og ég byrja bara svona að grenju hlátur í hugsa út í og 6 tíma flug Þetta var 6 tíma flug og þetta var að fyrstu 15 mínútur sko þetta byrjaði hræðilega fyrir Stóni ég hef alltaf grenjað á hlátur þá og hugsa bara yes Stóni reyga besta flugið Svo snýrist þetta við og ég lendi í the devil heim annars erum við með stút fullan þátt, kæru hlustendur við ætlum að fara í klefa á eftir og það er Facebook-grúpan og það er jólathema í Facebook-grúpinu núna við splittum þessu ég og Steindi ég hringdi í mann og var að rakka niður fyrir að vera með oflítið jólaskraut og Steindi hringdi í konu ætlaði að hringi í gaur, konan svaraði og hann vildi að það yrði ekkert jólaskraut þetta árið og hún var ekki alveg sammála því ég hefði mjög gaman að þessu sjálfur allavega við erum með nýjasta liðin Syngdu lagið sem að ég er með 3 ný orð fyrir ykkur drengir þið getið alltaf verið jafn lélegir og þið voruð í síðustu viku Ég pakkaði því saman ekki Þú reyndar varst tölvöld skarfinn Egil En við erum báðið slagir í þessum Já, við kunnum ekki lög Ég feita allt í nú, hvað að segja? Nýji liðurinn, Syngdu lagið Ég er með 3 ný orð Nei Hann mætir aftur feskur Málið er að ég síg í þessum Svona konstiti, alveg sígur rosalega Já, þú voruð að bara reyna þitt besta Það var bara, ég er glatt Steinda, hann vinnur þá Ég er ekki vissið það sko Talandi léleg konsept, hvað er í spurningkeppni Gilsarans í dag? Hörðu, rosaleg keppni Út af þegar Idol er að kerast í gang Já, Idol byrjar í kvöld á Stöð 2 Já, og það er vinsalt shit Svona dæmi sem öll fjölskyldan tillir sér og horfur á King of Idol Hver er meira Idol? Er það Steinþór? Eða er það The Poop? King of Idol Ég tjekkaði skjalið Ég held kannski að þetta er áður Nei, aldrei verið áður Þetta ekki verið áður Þetta getur verið seasonal En þetta er væntanlega ekki Þetta er ekki King of eins og ég veit allt American Idol og það allt Það er ekkert að fara að hjálpa mér Það hjálpa mér ekki Hellingi í þessu ég er ennir spurningar Það margt að þessu Þú þekkir Idol vel og sögur og vel Það er ekki Hvaða ár vann Ruben Studdard? Ég veit það, 2002 Takk, ég hef ekki vitað það Ruben Studdard Já, auðvitað, það var hann var í úrslitum á Clay Aiken Ég veit mikið Idol, það er eitthvað sem segir mér að keppnin snúist ekki það Hvað verður allt þetta fólk? Er þetta fólk allt búið að meika það? Er þetta búið svo marga serjur? Clay Aiken er sett på live, hann var bara á Broadway Clay Aiken? Já, Broadway bara hérna í ármálunum Ég hef ekki hugmynd Clay Aiken er Rosald hann að gigga á Broadway Broadway í New York Fór aldrei á Broadway? Nei, ég fór ekki á Broadway því ég er ekki 60 Þú varst aldrei á Broadway Clay Aiken Nei, þú veist hvað við, þú veist þar Clay Aiken á Já, hann hefur gert það mjög fínt Hann á 500 miljónir íslenskars Já Metir á $4 miljónir Hvað heit þinn? Ruben Studdard Þú ert neyri peningan hans sko Studdard Gæi vann Idol $1,5 milljón, hvað er þetta bíla? Ruben Studdard Talandi Idolið, þau koma hérna líka eftir Bríett og Hnetan og sko, þau voru með eitthvað Bríett og Hnetan Hún kemur ekki Á sama tíma Þau voru ekkert allt og sátt með þetta Ég ætla að reyna að henda þeim í karaoke Því að þau eru að vinna með það í Idolin að dæma söngara og ég hugsaði bara okkur snúið sér ekki við Bríett syngur í karaoke, Hnetan syngur í karaoke og við erum dómarar Við dómarar og veljum við winner Ég var til í það sko Það er rosalega Ég elskaði bæði sko Ég er ekki biased sko Hnetan hjá mér í mælingum með Rúrik og Dag og Bríett náttúrulega bara elskar hún til lífinu Það er eða skemmtileg Þannig að þetta verður töffi Já Þetta verður erfitt Hvaða lög var það að syngja? Ég veit það ekki, það er eiginlega að fara Þau voru ekkert alltaf skotin í þessu Ef við taka The Power of Love Já, kannski Alveg lag Það er náttúrulega að vera lag sem þau þekkja Rúndar Besta lag sem ég heirt Það er ekki á karaoke Er ekki svolítið skrítið að þessu að fara að taka rúndarinn í karaoke? Svo erum við Hérna stendur jólalög Hvað ætlaði þú að vera með, Steindi? Herðu, ég ætla að henda ykkur í Málið er að ég var að pæla að vera með nýjan jólalið í hverjum þætti fyrir jól
Ok, bara nýjan dagskrálið á hverjum föstu. Nýjan jólalið. Já. Þetta er eitthvað rugglaður, það hljóma mjög vel. Já, þannig að þetta er bara nýr jólaliður Það sem ég renni bara yfir Þú líka skreittir, fyrstu allir Íslendinga sem ég áfrið Já, ég skreitti Fyrst ekki að skreita. Nei, þú horfir hérna yfir, allt skreitt Ég sé ekki eitt Þú jólaskraut. skreittir undan Rikka G. Horfðu á öll hús Sem bara er rugglaður sko. Sér eitthvað jólaskraut? Já, mér finnst það skreitt, það er allt skreitt í Mosó Allir búin að skreita Mosó er svolítið Mosó er bara stemningsstaður. Já, við opnum fyrsta klón 12 Máni Sim, okkar besti maður að múr skreita. Já, 100% Við opnum fyrsta 12 í Mosó Svanþór Einarsson, næst besti fastansæður landsins eftir Snorra Bindistöldlu sinni. Ég er ekki vissum hann, sko Svanþór er út að hlusta og er að drullast í gang. Já, það er rífast í gang En Mosó er allur einhvern veginn að stemninga þarna. Já Er það ekki? Stemningsmaður. Og ég ætla að vera með nýja jólalið sem ég bara útskýri fyrir ykkur þau fyrir mér nættir Það verður aldrei eins liðir, það verður alltaf mismunandi liðir Akkur lífur sem að fara ykkur djöflasýru, steinda djöflasýru. Kennir ekkert óvart. Alls ekki En talandi jólina þá minnum við að sjálfsögðu líka á jólaball F95 blöð. Það er að verða uppselt. Það eru hvað? 20% eftir mjónu? Hvað sagður? 17% á hann. Þannig að tryggja ykkur með það. Og tempóðu tölvöld meira enn í fyrra þessi því að fólk er þyst. Já. Herru, og talandi um jólaballi Tix.is. Þá er Júna komið nýtt jólalag næsta föstudag Þú voru þá að taka það í sjálfanum. Já, þetta er bara fyrir sjálfan Það er bara, við erum að, ég og MC Gauti vorum að hendi jólalag Það kemur út á föstudaginn og það er Ég elska jólalög basically sem er skemmtileg. Það er ekki oft. Já, við getum ánað þannig, þetta er ekki rólegt jólalag Nei, fíla það. Þetta er partí Já, þannig að það verður tekið nýtt jólalag í sjálfanum. Annars bara drengir, hefur við ekki bara fara að keyra þetta stað. Ég var að hugsa því að það var gír í okkur áðan. Hjöppi kyrði svolítið gírin og lífa. Já, það er 3 gír í dag, það er bara þannig. Þá ætlum ég að setja á það lag sem kemur mér í hvað mestan gír. Eru ready? Er þetta bús frá króknum? Neinin, þetta er okkur besta Það er fyrir að hlusta FM 95 blöð hér á FM 957 og drengir, ég held ég mér aldrei fá leið á þessu lagi. Kjöðlega gott lag. Ég tók að Þetta er rosalega bara í gír. Fyrir að sem voru á hljóðið, munum kannski eftir í DJ-setti hjá DJ Muscleboy, þá varum með stera útgóð af þessu. Það fór alltaf hliðin. En er þetta ekki bara, þetta er gamli austurtíminn og allt þetta, þú veist Þetta er svona lag, ég gæti ekki labbað fram hjá dansskóla þannig að fara á það ef þetta kemur á. Þetta er svona, þú tekur ju Jackson-múðið þetta er svona það sem ég set Sweet moves. Já, ég þykist vera að dansa ekki Jackson en þetta er svona lúmsku Jackson og inn eitthvað. Bestur Jackson. Ég sé samt fyrir mig þig, Svessa, Huga, Kös Alla taka Jacksoni, þeir kunni allir skrefin Það er engin betri í Jackson á Íslandi Það er engin Íslandingur betri. Þetta gæti, sko, við erum að fara á alvöru Króksarjam fyrsta DS. Ég getur þetta að biðja um þetta lag einhvers Það er Svessmál, sagði með það. Já. Það sagði að það var gott Króksaramökk. Já, sko, og Fyrstbyrði, það er næsta, það er næsta föstudag. Og það er litli og rók líka sem er að vera að fara saman Reyndar er ég ættar og dílarum dílara fjölskyldan og hún er skada fyrir sko það er þvílík pressa á Ég technically myndi make the cut held ég sko Það er alveg pressa á landakost núna hvor meir hann mætir Já, mér heyrist hann alltaf að reyna að samina þetta einhvern veginn En það kom að slúðri drengir hér í FM95 blöð og ég ætla að byrja á Svona ég ætla að ná ykkur strax Bæði ykkur á hlustundum Því ég ætla að byrja á Nicolas Cage Wow. Já, hann Það grínast það Hann hefur ekki verið í slúðbakanum Það byrja á Nicolas Cage Já, og Það er alveg byrjun hann var í alvöru viðtalum daginn Sýnist að hann hafi verið í podcasti Það sem hafa verið að spurja hann út í hellingalhutum Og svona skrítnustu hlutinir sem kom úr þessu Eru margir mjög áhugaverður Margt sem ég hef ekki heyrt Sem dæmi er að Nicolas Cage Hann segir að hann muni eftir hafa verið í vöndnum af mömmu sinni Eða í maganum á henni Já, hann vil meina það sé æskuminning hjá hann áður hann kom út Ég veit ekki alveg hvað okkar maður er búin að fá sér fyrir þetta spjall En þá er hann með ekkert eðla gott memory Já, eða bara orðin rugglaður Fyrsta minningi mín er svona Ég er svona ykkurlega 6 ára sko Ég man ekki hvað ég gerði í gær sko Ég man ekki hvað ég gerði í gær Ég man eftir með 5 ára á Selfossi Ég held að það sé svona fyrsta æskuminning Hvað blöð að gera 5 ára á Selfossi? Bara að gera allt vitlaust held ég Hann Þú varst ekki komin á kúpin þá? 5 ára? Já, sko varst að gera Selfossi Það var heimskur Já, ég vinn á FM Já, bara pappi var með Suðurlandsvídeó Varstu á Jay-Z í rúndunum? Það var Suðurlandsvídeó Já, stofnaði það á samt bróðu sínum Rosalegt Fyrsta vídeoleðan á Selfossi Með möppuna Hefur þú spurt til möpputara? Já, ég aldrei spurt hann út í hann Ég þekki pappa rétt að fara með Þetta segir mér að pappi þinn ber ábyrð á 95% öllu hristingum á Suðurlandinu á þessu tíma Nei, það get ég ekki sagt Þú veist ekki að bila það Jésús, alveg Nei, þú veit ekki eina vídeolega það Eða, hefur ekki haldið áfram með Nicolas Cage eða?
Þetta samt ángrís bara nokkuð ekkert sko. Já, þá bara power to him. Það er bara að halda fólkinu góðu. Hann var líka með bókabúðun hann á sínum tíma. Hann var ekki einu sem var að selja klámblöð. Hún fær náttúrulega beint þangað hann ógeðið. Var hann með þannig blöð líka? Já, ég held með þess að pappi þinn er alltaf kyrti yfir heiðina til þess að kíkja á hann sko. Hvernig það fara? Ég að skreppa Hvað er að gera? Hitta Sigga? Já, Nicolas Cage Hann er Kitty Já, ég segi bara einhver afsökuð að fara á Selfoss. Þú veist ekki hvað pappans blöð heitir. Ég var ekki að tala um það asshole. Hann var að þykjast að fara eitthvað annað. Herru, Jiu-Jitsu hann leik í henni 2020 og besti maður Cage. Hann fekk 2 í engun á IMDb. Hann tekur að sér erfið hlutverk líka. Það er helviti lélegt að fá 2 í engun. En málega, ég fíla þetta koncept hjá Nicolas Cage. Bara leiki öllu. Bara ef hann fær tilbúin bíómynd, hann les ekki handritið og segir ég er klár. Af hverju reynir ekki að fá hann í leynilöku 2? Já, við getum 100% fengið hann í leynilöku 2. Hann verðist ekki segja nei við neinu. Ég ætla bara að segja ykkur að strax strákar. Hann leiki bara núna í árið er að klárast þetta mánuð. Hann leiki 1, 2, 3, 4, 5 hann leiki 6 bíómyndum. Það er rosa. En 2023, veistu hvað lengi að leiki bíómynd? Þú veist allavega í 3 mánuði. Svona 2-3 mánuði, þú veist það eru æfingar, þarft að æfa þig, fara í tökurnar og allt þetta. Hann er basically Hann er kannski með cameo bara hann ekstra. Nei, hann hefur basically verið að leika alla daga í ár og þú veist, höfum að tala um kannski max vika hér og þar, max sko. Pældi eins og það, hann tekur öll hlutverk allir saman bara, segja já við öllu. Svo erum við gæðan sem akkord hinum einn sem bara picks winners, sem er Tom Cruise. Hann tekur bara super picky Leonardo DiCaprio kannski að close second. Já, þeir eru saman hana. En ég fílilega svona mótilega hjá Nicolas Cage heila betur. Hann leikur bara í Já, hann var, ég var með listaðin í slúðurinn í daginn. Það eru nokkrir sem eru með eitthvað free pass hjá heiminum og það er alveg sama hvaða rusluður í. Það er allir til í að gefa þeim annan séns og þar inni eru menn eins og Nicolas Cage og Adam Sandler og fleiri. Þeir einhvern veginn missa ekki kúli sama hvaða rusluður leiki. Sko, ef þú tekur The Rock og Con Air back to back, þá að eilífu ertu með free pass. Já, þá ertu líka að tala um Billy Madison og Wedding Singer og þú glemdi Face-Off hann inn í sko. Það var á sama tíma sko. Þetta er einhvern veginn bara og Happy Gilmore glemdi maður. Já, þú tekur svona 3 rosalegri í röð þá byrjustu að vera safe. Og Jim Carrey líka. Það er bara gæðir bara free pass. Það skiptir ykkur máli. Þú veist, það er öðru í sig samt með Sandlerina því að Sandlerin fór svo bara að gera krakkamyndir, skilur. Já, ég reyndar hélt bara, ég gleymi aldrei þegar við vorum að taka upp Rikki fyrir Ameríku. Því ég var nýbúin að hugsa bara, herru, hvar er markaðurinn fyrir þessar nýju Adam Sandler myndir? Bara 12 ára krakkar. Já, það var sem ég hugsaði. Nefnum að við vorum að fara að keyra til Portland og ég sé Rikka sitjandinn í bíl svo, með headphone, vælandi og hlátur. Ég bara, hvað ert að horfa? Ég ætla að vera að horfa okkur í YouTube-klippið eitthvað. Það var hann að horfa á nýjustu Sandler myndir. Já, málega gómurinn er, sko, þeir eru stílað inn á góminn. Rikki er góð, Rikki er sko Jú, ég get alveg, ég segja Rikki sé gómurinn, en þeir stíla inn á góminn, það er átt að vera Netflix sænaði Adam Sandler sko. Bara einn almenni gæi sem þú fer í IKEA og letur ykkur gæi að skrúa og hann þarf að finna skrúuna, sá gæi er að grenja og hlátri yfir nýjustu Netflix myndinni og Adam Sandler sko. Nei, það var bara eins og því ég var í Vúrt, þá var ég að fara á nýjustu bara karðinmyndunar. Já, veist ég, en ég elska þetta, ég horf Hvað með henni? Ég var alltaf að vanna lagar í 10 ár Þú getur ekki alhæft það að fólk sem vinnur að laga sig bara með eitthvað verri húmor en þú. Ég vann á lagar í 10 ársneið sko. Það þekkir ekki meira lagarbransan en ég sko. Þú ert ekki öskur hlæjandi yfir. Ef þú tekið 10 billi bókaskápar efstu hillu á snúningsliftara. Sko ég hef unnið á svona Ég bara spurði þér, hefur þú gert það? Ég fekk aldrei að vera á liftaranum. Ég hef meiri lagar. Ég var ekki hleyft á liftaranum sko. Ég var búin að vinna 14-15 lagur. Hann sagði meira skemmtilegt að í þessu viðtali. Ég fæ að klára slúrið hérna hann. Hann keypti líka flugsæti fyrir his son's imaginary friend. Hann var að fara að fljúa með svinni sínum og sonur hans ávist eitthvað ímyndaðan vinn og hann keypti auka flugsæti fyrir hann. Ég er líka að elska að ég elska við Nicolas Cage, hann tekur verstu ákvarðanir, þetta pening, hann keypti okkur á hauskúpa, okkur risaðal og okkur á nokkar $1,000,000 daginn sko. En hann fór að leikja það því að hann var orðin short. Já, hann var á tæpur á pening. Herðu, svo er annað sem var Fámenni leinilöku 2, sendu gamli, en það verður með mynd, hann það les ekki handið og segir bara ég er klár. Ég held að geta fengið að bara í TikTok sko. Nei, ég held að fá mann sem bad guy í
Hann og Björnlinur eru að team. Hversu rosalegt væri það? Leinlöka 2 starring Nicolas Cage. Ég er Og líka mjög það getur bara að hendur verið gott mökk með Nicolas Cage sko, lónið, það er blá lónið menn ekki vera burned to the ground sko. Ég er fárlega peppaður fyrir Dream Scenario. Hafið ekki séð trailinu því það sem fólk er alltaf að sjá sama gæjan í draumi sem hann leikur. Nei. Það hún er að koma út núna 23. Er hún Hann komin? kemur alltaf með eina góða líka Já, sko. ég meina líki Pigg Já, menna Pigg, hann leikur alltaf í 6.000 myndum og einu er alltaf hit, en hann er aldrei hann tók Face Off og The Rock og Con Air munið þegar hann lappaður flugvölin í Con Air Rosalegt. og það var svona I love peaches er einu svalasta lína bara sem ég heirt. Who's that guy? I could eat peaches for hours. Þegar lappaði hann og hristi hára sem kom á vélinni. Who's that guy? Listen, it's a nobody. This guy hitching a ride home. Þetta var ekki Það var ekki Face Off, það var Con Air. Con Air meina ég. Já. Þetta var og hann bjargaði the fucking day þar. Já, ég ætla í næsta slúður við köllum þetta eiginlega drengir. Við vorum ekki að kaupa þetta alveg hérna síðasta föstu að Snoop Dogg var hættur reykja. Það kom svo á daginn að þetta var bara auglýsing Hann var að breyta $1 í 2. Já, þetta var auglýsingabrella og hann var sem sagt að auglýsa eitthvað svona smoke þetta heitir Solo Stove sem sérhæfi sig í útörnum án reyks. Sendi, þú er svolítið okkar maður í the smoking business. Hvað er þetta? Þetta var bara arinn. Ég upplöðu þekki með því. Þannig að Nei, þetta var basically Já Þannig að þú inhalar ekki smoking. Það kemur ekki reykur núri, hann var að auglýsa arinn. Ertu basically að fara og setja bara svona weed timburkuppa. Nei, þetta er ekki tengt weed. En hann ákvaða Þetta var ekki neitt tengt. Er þetta bara venjulegur arinn? Já, sem að kemur ekki reykur úr. Er hann orðið low cash eða? Nei, eða bara marketing genius. Hvað heldur hann að fengi fyrir þetta? Hann var með, ég veit ekki hvað mörg. Já, hann er samt að fokka í his fans. Já. Þannig að það er skrítið. Við getum ekki rakka þannig. O.J. Simpson, hann segist vera að deyta greiði súkona og svo er það O.J. Simpson? Hvað? Helviti gúrka maður. Ég ætla að stoppa stutt. Það er gúrka núna maður. Já, og svo herru gúrka. Já, með Nicolas Cage þetta fyrir ykkur. Svo ætla ég enda þetta á að Paris Hilton, hún var að fagna 17 ára afmæli sjálfunar eða The Selfie. Hún vil meina hún og Britney Spears hafi sett þetta æði á stað. Þau hafa átt the first selfie og það voru ekki allir sammála því. Hún fekk mikinn skít og því að fyrstu sjálfsmyndina tók vist ungu maður að nafni Cornelius árið 1839. Já. Þannig að hún fekk eitthvað skít fyrir það að vera að setja á Instagram að hún hefði byrjað að selfies. Það er skrítið, en þú ert ekki ennþá búin að fjalla um mólan hérna. Það var fun heitur móli hérna sem kom fyrir 10 dögum. Hvað móli er það? Það var ekki heitur ef þetta var fyrir 10 dögum. Já, sko, þetta er svalu móli. Það er hérna Kim Kardashian og Frances Ngannou sem var að keppa móti Tyson Fury. Já, það er vist ekki til í því, sko. Hún er bara, hún lítur upp til hans. Og skotin í honum, það er ekki orðin eitt parið eða neitt, sko. Þannig ég ætla að bíða með þetta þannig til einhver myndi gerast. Það er sem að við svona alvöru slúðu komum að gera. Hún var að tala samt að þau væri samlega félag. Hann lesi þetta ótrúlega, sko. Ég get lofa væri núna kongurinn í The Gossip, Stoney. Nú er hann bara að kalla þetta rétt. Ég sé um slúðri. Ég veit, þú ert góður að flytja slúðrið en hann les í það. Hvað byrjaði það saman? Hann er ekki með eitthvað sagt eitthvað sem ekki staðist. Nei, ekki tengt slúðrið. Herru, þetta er góð tími til að fara í auglýsingar. Er þetta bett á þetta? Svo fyrir við hér í bett á að þau byrja saman. Við getum alveg búið til eitthvað svoleiðis. Það ekki? Hér strax eftir auglýsingar fyrir við í, skal ég eitthvað segja, Facebook-grúpuna eða, já, og það er klefi og ég eiginlega lofi ykkur þeim muni hafa gaman á hann. Það held ég fyrir að hlusta FM 95 blöð hér á FM 957 og við erum ekki beinni útsendingu núna við Steindir því að við erum í klefanum góða. Það er hárrétt. Og ég fíla við ætlum að taka hans utan klefan aftur núna. Já. Fara að setja smá metna því á. Já, þeir eru bestir maður. Ég elska ekkert meira en klefa. Já, við vorum með daginn einn að hlæja með, ég hlustaði á það, djúfut var það óþægilegt, þannig að við skulum fara í eitt gaman og góðan sem er Facebook-grúpan í dag. Já, það er hverfisgrúpan. Já, hverfisgrúpan á Facebook, nema við ætlum að vera að vinna svolítið með jólin. Það var svona pælingin. Stutt í þau. Já, komið 24. nóvember og við ætlum að heyri lið, þetta er ekki tengt því að einhver hundur, að maður að vera að fylla við einhvern hund og að fóra á netið, heldur við ætlum að vinna með jólaskraut. Já. Og sko, mér finnst alltaf þægilegast að byrja. Já. Og ég er að spá að taka þann pól í hæðina að byrja einnum hjá mér að
hann sést, ég ætla að láta einhvern heyra það fyrir að vera skreit of lítið í göttunni. Bara svona hann sé að vera að setja skammar og það þurfa að rífa þetta upp og það sé allir að tala um það á Facebook-grúpunni. Já, það er bara það, hann sé bara svona ein í göttunni sem er algjörlega að skýta á sem þetta. Halló. Hafþór. Jú. Sæll og blessaður, Bjarni heiti ég og ég er svona nágranniðinn ef að út í það maður fara. Ok. Veist ekki í Kórnum? Jú. Já, við varstu búin að sjá ná hverjusgrúpunni á okkur inn á Facebookinu. Nei, það var svona að vera að ræða okkur finnst nú svona mismikill metnaður í jólaskreitingur hérna hjá fólki í göttinni og þetta er svona hálf sorglegt eins og staðan er núna og nafn þitt barst í tal. býttu nú. Já, hvort það mætti ekki svona aðeins fara að leggja eitthvað eins í þetta? Býttu, í hvaða götu segir þau? Veistu ekki hérna í Kórnum? Ég er í Hörðukór 1, jú. Já, ég er hérna í Hörðukór 13, við vorum að tala um bara Ok. Það mætti fara að setja aðeins meiri metnað í þetta. Já. Já, og þitt nafn kom hérna til tals og ég tók á mig að heyra í því liði sem er að skýta á sig með þetta. Já, ok. Hvað hvaða hugmyndir er í gangi? Ég bara set upp sömu seríu og er á húsinu og... Já, það er sem að er svolítið þreytt, þetta er alltaf það sama, við vorum að spá í, ég á svona jólasvein sem er með hreindýr og einhverja vagnar fyrir fram að sér og eitthvað, ég geti sett það í garðin hér ef þú vilt. Sko, þetta er... Og svona aðeins að reyna. 60 íbúða hús. Já, það er að skreita það. Já, nei, ég meina bara på, sko, ég er nefnilega að fara af landibrótt á sunnudaginn og já, þess ég er ekki svona kannski til að fylgjast með svona. Nei, okkur fannst líka mér slegilegt að vera sá sem að þarf að koma alltaf með svona leiðinda fréttir en eitthvað en okkur fannst svalirnar það er sorglegar. Ha? Já, það þarf að skreita þetta eins. Það þarf að setja smá metnað í þetta svo þetta sé eitthvað alveg hérna. Fólk er að keyra fram hjá bara og það er bara jól. Ok. Hvenær ferðu segir ég get komið og hjálpaði með þetta. Ég er með hellinga einhverju drasli sem ég noti ekki. Ég fer alltaf all in. Ég var að panta fyrir eitthvað 350 skall á Amazon. Hvað myndur þú vilja? Svona á svalinnar. Leðilt að ég þurfa að vera svo sem að ringir í þig sko. En þú sér þetta allt inn á hverjusgrúpunni að vera að ræða þetta þar. Það. Já, hvað viltu fá? Hvað myndur þú vilja fá á svalinnar? Ég var við á hverfisgrúpunni. Já. Ég ætla að skoða þetta. Já, hvað myndur þú vilja fá? Ég get ekki ákveðið það. Ég veit ekki hvað er í boði og hvað... Já, ég ætlaði það bara að láta að hafa eitthvað mínustöfi sko. Ég er með hellinga hreindirum og eitthvað svona gröðasinni og jólasvinnum og... og eitthvað alva líka. Ertu með seríur í glugganum? Nei. Það hefur ekki týrkast hérna í húsinu. Nei. Það hafa bara sett þetta. Já, það er nú bara strax lágmark. Er það? Ertu eitthvað ruglaður? Þetta er það lágmark maður. Og bara láta þau blikka og hafa smá stemming í þessu maður. Blikka? Það gerir hvern mann vitlausan. Nei, þú tekur þá bara sambandið þér og setur það bara í ganga við hérna á kvöldin. Þetta er eitthvað sem mér finnst að ætti að tala við formann húsfélagsins. Já, það er löngu búið að tala við hann ætlaði að taka sig í gegn. Já, er það? Já, ég var að skutla til hans hellingadóti. Já, er það? Já. Nú þurftu bara Þú ætti að fá að skoða þetta. Já, nú þurftu að fara að hýsa þessu uppið maður. Ég skal renna á þig bara, hvernig ertu helgina? Ég er verið komin til Danmörkur helgina, ég er að fara út á morgun. Ok, þá bara hvernig kemur ég heim? Ég heim fyrsta þess. Já, ok, ertu með húsleik eða get ég sett þetta upp fyrir það? Nei, ok. Þú ert alveg með húmorn í lagi. Þetta er eitthvað helvítið gott hjá þig. Ok, við ferðum í bandi. Er það ok? Ok, bara þetta er ég er gaman. Það fyrst í langa tíma sem ég að stila bara gaman svona. Hann var geggjaður. Já, þetta var típa sem við þurftum sko, hann var alveg til í að setja eitthvað. Hann hefði alveg sett eitt reyndir á svalinu sko. En hann var ekki að nenna að láta húslíkil. Nei, aldrei. Sko, þú varst með einhverja pælingu. Viltu allar að elda mitt eða allar þú að vera sko,
Facebook-grúpa og tengd jólunum Sko, það er annarkvort að elda og vera hérna akkurat allt niður þig eða að fara í sko, heyrðu, hvernig líst þér á að sleppa skrauti? Já, ok. En ég held að sé allir til í það að sleppa skrauti. Nei, kannski ekki. Það er allir í. Ég sem er svona leðilur. Já, veistu hvað, ég hef aldrei fundið svo mikið í ár. Já, þú ert að vera svona eitthvað jólapæri. Nei, ég er sko á ammali í DS, ég hef alltaf verið jólabarn en sko núna finn ég bara hvað þetta er þakklátt að lýsa upp göturnar maður og þetta er bara næs. Ok, þetta er hann Hafþór, hann í Grundagerði. Svo tökum við þetta niður í mass. Já, mass. Já, lokmass. Já, halló. Já, hver er það með Leifi? Góð daginn. Já, góðan daginn. Hver er þetta? Ég ætla að heyri honum Hafþóri en... Þetta er hún Sofía, kona hans. Já, herðu, hvað segir þú Sofía mín? Þetta er Gulli hérna við hliðina á. Já, sæl. Hæ, hvernig hitti ég á þig? Bara svona, ég eiginlega frekar illa núna. Já, ég skil þig. Herðu, ég var að spá í einu. Já. Hún Gunna mín. Já. Hún er með svo mikið mígreni núna. Já. Og ég var að spá, eru þið byrjuð að skreita? Nei, við erum ekki byrjuð. Nei, ég var að hugsa sko, getið þið ekki bara sleppt í? Nei, helst ekki. Jó, sko, að því að málega er að hún er með svo mikið mígreni og Gunna mín. Og það fer svo rosalega í hana að vera með göngutúrunum, að það er svo mikið lýsing af þessu. Þannig að væri ekki hægt núna svona með tilliti til hennar að sleppa þessu bara í ár. Það er bara þetta er allt í kössunum. Sér útidótið sko. Nei, við ætlum ekki að sleppa því. Já, þá er ég að tala um bara útidótið sko. Já, nei, við ætlum að setja á svolítnar hjá okkur. Nei, það gengur ekki að því að þú er átt að því að hún er líka með svo mikið augþurrk. Þannig að í frostinu, þannig að þá er hún sko pýrir og er með mígrenið. Þannig að væri ekki hægt að vera bara með inni-seríurnar núna og sleppa þessum úti-seríum. Gerðu það? Nei, ég ætla... Nei. Hæ? Ég ætla ekki að sleppa því. Fólk er að taka vel í þetta. Já, ég ætla ekki að sleppa því. Já, en hún er með mígreni. Já, ég ætla samt ekki að sleppa því. Já, meinar. En gerðu það? Nei. Af því að við löpum svo oft framhjá, við erum alltaf í göngutúr með hundin, sko. Já, en ég er upp eftir hæð, þá bara verður hún horfa niður. Já, en var ég búin að segja að hún væri með augþurrk líka? Já. Já, en þá þarf hún alltaf að píra augun og þá... Já, hún þarf ekki að horfa upp. Já, en er ekki séns að geyma þetta allt í kössum í ár? Nei. En að hafa bara eitt svona aðvenduljós? Nei, ég ætla ekki að gera það. Ég ætla bara að skreita eins ég vil. Býttu alveg, hvernig er þú svo erfið með þetta? Því þetta er bara það sem ég vil gera. En hvað segir Haffi um þetta? Hann segir bara sama. Er það? Já. En veistu hvað mígreni er? Veistu hvernig það virkar? Já, ég veit það alveg. Og það er alveg svo stingi hérna fyrir í gagnaugun og í höfuðið, sko. Já, en ég ætla samt að gera það. Já, má ég tala við Haffa? Hann er í vinnunni. Já, þú meinar. En hvað, erum við ekki þá bara að tala um eitt aðvenduljós í klukkan? Nei, ég er ekki að tala um það. En eina jólastjörnu bara? Nei. Býttu alveg, hvernig þarf að setja svona mikið? Ég er bara því ég vil það. Já. Ég ætla bara að gera eins ég vil. Já, ok, við pössum þá bara að vera ekki að lappa kannski þarna þá kvöldir og því að hún er með, var ég búin að segja frá augþurrknum? Já. Herðu, ok. Herðu, já, en gleðilega hátíð. Ég ætla nú bara svona taka stöð með þetta, ok. Já. Herðu, ég var að fatta eitt. Ég kom ekki einu svona inn á Facebook-grúppuna. Þetta hún ætlaði ekki að sleppa þér skreita. Hún var ekki að nenna pæli í þessu sko. Hún vildi bara skreita. Þetta var Facebook-grúpunum að Steindi fór ekkert inn á Facebook-grúpunum þegar sér. Þetta átti ég að segja, ertu ekki búin að sjá það allir að gera þetta nema þú Já, sko ég samt fíla hérna að ég vildi minna skraut, meira skraut og þú vildir ekkert skraut. Þetta var tvist. Ég er svo ánægð með hann að hafa ekki nefnt að hún var bara, heyrðu, hvað, ég ætla bara að skreita. Ég er á efstu
efstu hæð Hvað, því að kona þín með mígreni og augþur, kannski eitthvað bila. Þetta ímyndar ég verið að syngja í ykkur bara í götunum, bara herðu, Rakel er með svo mikið mígreni, væri til að sleppa því að skreita í allt. Þetta var bara skrítasta spurningi heim. Þetta var, Facebook-grúpan, jóla-Facebook-grúpan. Ég held að getur þetta að taka 2-3 jóla svona. Já, svo kemur alltaf nýjásgrúpan. Já, svo má ekki gleyma því að við þurfum að taka sko ferðarleik bylgjunar, jólaleg bylgjunar. Já, heyrðu, við Hér á ammalið, það er svo stóri, Jay-Z. Já, það heyrðu, ég heyrðu, og svo náttúrulega er sko er gaman að ringi í grúpun og sjá Facebook, hverjusgrúpuna? Nei, hvað? Það er allir að... Það er 100 manni í ræðgetur. Já, og það er allir að steikja áramótaheit. Þú veist, það er að fara yfir hellinga áramótaheitum. Herðu, það er góður klefa framöndan. Ég lofa ykkur því, ég hefði gaman að þessum og vonandi þið líka, kæru hlustendur. FM 95 Blu á FM 957 í samstarfi við Dynout og Loopmynd Mania Merch. FM 957. Árið það eru Loop og Dynout sem að færa ykkur FM 95 Blu hér á FM 957 og talandum Dynout drengir að þá eru gjafabref Dynout sem að virka á yfir 100 veitingastað á Íslandi með tilboð alla helgina. Skoðið það inn á dynout.is. Black Friday. Já, það er... bara alveg afsláttur á fínt úr það flott að borða, ertu að plana eitthvað í desember að versla núna helgin inn á dynout.is þá ertu með afslátt á gjafabrjónum. Já, svo alltaf er helmingu þjóðarinnar á Tenerife jólin. Já. Þá er hægt að panta veitingastæði það líka. Það er alltaf gerast hjá okkur fólki í Dynout. En herðu, ég byrjaði með nýjan lið í síðustu viku. Ég get ekki sagt að það verið góður í honum en ég hefði gaman á honum. Hann heitir, ég skrifaði hérna á blaði Syngdu lagið. Hræðilegt sko. En þetta er svona okkar besti Hemmi Gunn var með þátt sem hétt Það var lagið og þetta er svona ekkert ósvipa koncept og bara gangi þar. Syngdu lagið það er meðaldra titill. Það var ekki hefnisað með fólk sem svona, veist. Nei, ég mætti það eins og það var bara eitt versta sem ég lendi í. Hvaða laga fyrstu? Ég þurfti bara að syngja öll lögin sem ég þekkti eitthvað orð í og bara, þetta var agalegt. En þetta hljóða heldur vel. Sko, í síðustu viku þá var ég með orðin ást, ég og aldrei. Og þetta virka fyrir eitthvað sem mistu þessu í síðustu viku að ég segi þessu orð. Og það erfið orð síðan. Og þeir hafa 1 mínútu til að syngja öll lög sem þeir þekkja með þessum orðin í. Já, sko, reyndar, við gátum ekki aldrei. Svo fekk maður sent bara, heyrðu, aldrei toppað það sem þið gerðu, sko. Málið, við fórum að hugsa, sko, við lærum að reynslunni. Við höftum ekki að hugsa okkar eigi shit. Það er erfið að vera á staðnum, sko. Ok, sko. Já, menn, það heldur blöð, stendur hann að skella brósatið með eitthvað blað, sko. Þið þekkir reglur. Hann er ekki komin í hot seat, sko. Þið fáið mínútu til þess að... En hvaða asshole byrjar? Manst ekki, þið eru saman. Þú ert bara að syngja lagið en leiðum manst það. Það var gaman að muna þetta, ég bara var í glasi síðast að þetta. Já. Ég er að grínast, skýtt ekki í þið. Þá og reyna að taka þátt hérna í liðum. Ég held að í glasi skýtt ekki í þið. Síðast var það ást, ég og aldrei. Núna koma 3 ný orð og ég set klukkuna stað eftir smá stund. Fyrsta orðið, þið þurfa að syngja öll lög sem þekki með þetta í. Tilbúnir? Ég með heila þóku, sko. 1, 2 og orðið er þú. Þú, ég vil fara eins og þú. Fara eins og þú? Nei, þú, ég vil vera eins og þú. Já, ok, komið stig. Hann bulla bara. Nei, ég og þú. Ég og þú. Hvaða lag ég og þú? Herru, hætt að hugsa mann og reynda að syngja eitthvað með þessu. Veist ekki lagið að hann er að setja skammar en bara syngja eitthvað. Hvað svo? Þú, ég vil vera eins og þú. Ég með það líka, fæ ekki í punkt líka með það. Ertu bilaður? Þetta er bara ég og þú. Bara ég og þú. Bara ég og þú. Með JJ. Bara ég og þú. Án þín. Ég ætla að tala um annan lag. Já, ég var að tala um það. Án þín. Bara ég og þú. Ok, já. Bara ég og þú. Ég og Lim með Eithori. Nei, þú voru að syngja partina sem að segja þú. Já, Mies. Ég á Lim. Haldið áfram. Er það með eitthvað? Júrósalega fólkin. Þú ert bara bullandi. Þú ert farin. Nú ertu farin. Nú er ég farin. Herru, tímur er búin. Ég fyrir alltaf beint í Já, málega er að Steindi bara það góður í þessu. Já, ekki breyki. Góður í þessu, það kom 1 stig. Já, þetta er heldur segur í Ég þessu. fyrir alltaf beint í bara gamla sveitapoppi, sko. Það er mistið Þið náðu 1 Þetta er bara ekki sagja. Þú valdir leik sem Steindi geggjaður og ég síg í. Ok, þetta getur verið síðast sem ég meina lið. Þið eru það liðir í þessum. Þetta getur verið öll rapplu. Það er alltaf verið þú átt ekki breyk og ég er langflótastur. Þið náðu 1. Ok.
Herðu, Næsta. tilbúin næsta orð Já, það er 1-0 fyrir mér Já, 1, 2 og orðið er elska Elska, gott að elska þig Nei, Það er gott að elska Það er gott að elska Bubbi Nei, ég er með svesma á það Elska, það er samtíð fyrir frúna Já, þig ég elska Þú er að syngja það Ég elska Já, Egill með stig Já, elska Ok, það komið með áfram Og án þín Elska, án þín Þú voru að syngja partinn Syngur mig hjartin, elska Nína Elska Byrju, Svesma á þeim elska í öllu lögum Og líka, Elsku og ástin Detective mín. Paul Oscar Elsku Hann er með ástin. elska í öllu Býttu nú við, Elska Þetta er erfiðasti Elska, fucking elska. leikur The history Bíddu, of erum við báðum eitt stig? Þú fegst 1 stig á hann, þú ert ekki með neitt í elska Jú, Það er gott að elska, Bubbi Já, báðum 1 þar, já Allt fyrir ástina Já, hvað er elska? Elska Það get ekki allir elska Það get ekki allir Djúvill er þetta erfið leikum maður Já, þetta er bara, sko, þú veist að þæltir blöð að standa og grænjur hlátrið hann, sko Hann er ekki in the hot seat Ætlaði ekki að ná einu stig viðbót Jó, þegar byrju, 10 elska, sekúndur byrju Hvað hér? Nei, ég er alveg klúr Ég elska þig Já, hörðu, Þetta án þín skímó Nei, við vorum með það Herðu, það er 0 Það er komið Það er komið 1-1? Það er 1-1 þarna 3-1 fyrir Steinda Þessi keppni góð straight down to the wire Er ekki 2-1? Jú Ég ætla að Nei, rætta svindli byrju, hafi, kann punkt aftur Nei, hann fekk 1 punkt núna Fyrir hvað ég anskotan? Með Bubba. Gott að elska, það er gott að elska Það Kona er eins og cold þig. bullshit og það Nei, það Nei, er hann tók það á hann. Eitt frægasta Ég lagið ætla að hans. heyra alveg 100% til Ég tók það, gott að elska Viltu heyra það sé 100% til? Lægið Bara til eða þess að gera þetta legit Lægið þá eða Lægið með Bubba Já Og það er gott að Steindar ekki að vera að búa til lög í þessari keppni Kona Þetta virkar ekki þannig að þú býðir til því eigin lög Þetta er og með þannig í punkt Þetta er á lífið er ljúft Hörru, ég ætla að búa til lag, hörru, elska með hérna Sóldögg Nei, já, þú voru að syngja Þetta er bara skjátt þessi Nei, þetta var bara 100% Það var Það kom með alveg lag. síðasta orðinu Þetta er tilbúin alveg lag Já Ok, það er 2-1 fyrir Steinda Og ég bara, þið eru Hræðileg keppni. Ég bara vissi ekki að vera hægt af svona lélugur Var ekki 2-1 Þú fyrir með þig? 2 gæja sem vinn á FM og settu bara Já, Jóhann akkurat, það er útvarpsstöð. Settu bara Jóhann og Sverri Bergman í þetta og vilt að þetta væri góðu liður Tilbúinir, síðasta Egil, reyndur að redeem yourself Þú sagði ráðan að vera going straight down to the wire Ég málega, ég veit að vinna mig Hann Komið er með bara öll dæðlega góður í þessu lög leik Með orðinu hann í Hann er Það er vera eins og Það hann er bara, ég ger allt Ég og hann Ég og hann Ég og hann Málega, hann gerir ekki hann að búa til lög Ég er að reyna að finna þetta líka Já, með að hugsa. segja Ég og hann Egil, hugsaði sjálfur Hann Er þetta hann eins og þíska H-A-H-N Hann Hann er Er þetta hann, íslensk Hann Hann vill vera eins og Ég hann þekkti þennan mann Ég er alveg að hugsa skímó. Hann Þekkti þennan mann Hann Mann hlýtur Hætt að búa til Nei. fucking Nei, það lög er sagt þið þekktu þennan mann Þið Öllu allof sáðu hann Nei! Eina Þetta sem er punkt. rýmaði mann Það er 10 sekundur eftir, það er ekki ná einu orðið Hérna hann Nú er ég að hugsa bara hver er að vinna með hann í lög? Hvað er með Hvað með Svesma? Þetta er eitt óþægast Hann Ég veit ekki, ég ætla kannski að reyna þetta á ennsku í næstu viku því að 3-1 Þetta er ekki hægt á til hann ekki með sigurinn Þetta er bara ekki sangjant En það er engin sigur í þessari Steindi bara keppni geggjaður í þessu. staðfestað. Já, sveit Þetta með er það bara út að line up bara þetta er ósangjant keppni Herru, það er komið að lagi sem að ég veit ekki hvort Nei, þetta er á ennsku Egil, ætlar að kynna nýjasta lagi Hörðu kom ekki nýtt lag Ég á kom með miðnætti? soft launch á nýju lagi á miðnætti Já. sem heitir Miracle Glænýtt lag. og ég er með Sverri Bergman syngur og það er best söngur á landsins og hver er líkund á því að ég gef út lag sem heitir Miracle og á sama degi er að Miracle á markaðnum Já, Ég er ekki að lögum er það ekki Rosaleg fucking tenging. crazy coincidence eða? Það er skrítið rosaleg tenging Er það ekki? Hér kemur nýjasta lag DJ Muscleboy með Sverri Bergman og lagið heitir Miracle Takk. Þetta er nýjasta lag DJ Muscleboy og Manswes eins og hann kallar sig vistur hann er með DJ Muscleboy Miracle Fyrir alla brókar að núti ef þið viljið fá stærsta græna dag in the history of Iceland Og spilið Láttum bara gefa út a Miracle Miracle, ég held þetta að vera eitthvað jóla Miracle Ég held þetta að vera Já, jóla tengingi við jólinn alltaf er að þú veist það eru kraftaverk
jólin og þetta ég að peppa fólk textin Gerast þannig að kraftaverk jólin, ég að minna fólk á sem núna þungt yfir því að það dimmt úti og fólk átt bara, þetta er leiðilegu tími þannig ég að minna fólk á að fólk kraftaverk. Já, það er rosalega boðskapur í þessu en talandi kraftaverk, það er komið að spurningkeppni Gilsarnas og það er eiginlega kraftaverk hún er búin að vera lengi seasonal keppni og ég elska því að finn winner sem árleg keppni þessi keppni verður á hverjast ári King of Idol Idol byrjar í kvöld á Stöð 2 ekki láta það fram í okkur fara því að Idol er alltaf hit allir á Íslandi horfa á Idol hvenær koma þau hérna í spjall? Þau koma hérna, þetta er Bríett og Neitan og ég ætla að henda þeim í karaoke keppni og það sem að við dæmum þau því að þau eru domnefndi í Idolinu eigum við ekki að fá að velja flip the switch ég veit ekki þau eru alltaf að kunna við finnum út úr þessu það er alltaf texti sko með ég held að sé nú aðeins skemmtilega og þau velja lögin sjálf þannig að við veitum hvað þau eru að syngja Þetta er að fá hérna Zombie hérna með það var þetta rosalegt við vorum undir að spája vorum við ekki að beðja hérna Jónugurinn að taka það í nýjáspingónu sko við ætla erum með litlu jólin núna allir sem eiga fyrirtæki var að lusta eða það er ekki svona eiga fyrirtæki bara einstaklingur, gefa eitthvað þá er litlu jólin 10. des og svo mjög líklega nýjáspingo fyrsta það er ekkit líklega, það er ekki bara það er á nýjástag og það verður klukkan annarkur 3 eða 4 ég held bara svona 14:30 aldrei 4, klukkan 3 það verður örgulega svo 2 en maður er allir heima að drepast á leiðendum er ekki bara svona 2, 3, 4 kveikja svona bönnu, opna eitt læsbjór og ferði bingo og vinnur free shit ég held að þetta sé fullkomið sko, ef þetta er klón 2 2 tíma bingo þá er fólk búið 4 þá nærða að hoppa í sturtuna fyrir boðið því að það er margir með matabóð ég hugsa 3-5 eða 2-4 en sko vinningarna er þessi komnir litlu jólin sem er nú á 10. og einast að þú gerir til að vera í pottun með bara fór f9blöð.ri og skráði eina 1390 krónur á þetta inni pött álur vinningar já þetta verða stefnir í 60 og þetta, ég held að þetta verður með stæk hverju ári sko því að fyrirtækir að hafa samband alveg hægri vinstri núna en nú er ég með King of Idol og þetta er eins og sagði seasonal keppni svo maður ekki glemma vúrþmyndinu líka vúrþspjaldið 1 og 1 verður já það er rosalegt ég mynda þér, ég lapp inn í vúrþ núna ég myndaður á vegðar það er aldrei ég er sennilega lélegasti starfsmæður vúrþ frá upphæðin ég er ekki að grínast ég veit ekki hver var verri starfsmæður ég held að við engin unni hjá vúrþ í 2 ára á þess að geta afgreitt í búðinu því að flestir sem að byrja að vinna geta afgreitt í búðinu eftir svona 3 vikur ég var í 2 ára ég geta ekki afgreitt í búðinu vildur ekki læra á kassan þó? Nei, ég var alltaf að segja ég væri að fara að hætta það tæki ekkert að læra inn á alla vörurnar svo var ég hérna í 2 ára sko. Hvað varst að gera það? Skilja, ef ég kem inn og vörðblöð er hana hvað gerður það? Mér var treyst fyrir 2 hlutverkum það var að ég tók svona blað og þá var eitthvað fyrirtæki út í bæ búin að panta og svo erum við með bara heimsendingu það var bara Joey Driver, var svo að fara að keyra út öllu í fyrirtækin þá var ég með blað fyrir framan og ég lappi allan lagerinn að tína hvað á að fara í pöntununa Já, ég meina, það var ekki að gera því A monkey could do it En ég meina, þá vissum við hvað það var á lagerinn Þú vissum að rataður lagerinn Ég var orðin ágætur í því eftir 2 ári, já Og svo var mér líka treyst fyrir að pakka Og það er ástæðan fyrir hérna línunni Vúrtblöður hættur í pökkunum Þá var ég að pakka í vúrt Ég get sagt okkur reistur ég fór einu svona Ég reði mig sem hérna jólastarfsmann hjá póstinu minni bara í mánu Reður þið bara sjálfur? Nei, þú veist, jó, ég sóti Vartu slaka sér starfsmann sem póstunum hefur séð The history of the post service Ég var það sko, því að ég náttúrulega hafði ekki áhuga á þessari vinnu Ég var bara vinnað í mánuð Vissi, ég væri bara farin í mánuð Mér var trist fyrir að vera hérna að flokka bréf Og það sem ég gerði, það var eiginlega versta sem ég gert á æfum minni sko Þú veist, það var svo vandralegt þetta Ég faldi mig sem sagt onni brefpoka Hvað varst bara í felum? Já, ég var bara svo stór Þú veist, það var bara fullt af brefum Geimt onni í stórum svona póka Og hvað varst að gera? Leggja það? Sem er í mannshæð næstu því sko Og hvað varst að gera það í pókan? Ég fór onni í pókan og bað vinn minn að sem ég kynnti skæja þetta bara fyrsta degi Og bara við vorum svolítið í þessu saman sko Hann var bara það líka hann og þetta var bara, þú veist, við áttum ekki að vera hann Hvað varst að gera í þessu póka? Að við földum og vorum að fengum sko mókuðum með einhvern annan til skiptis og földum Þetta er ekkert eitthvað svona rikka-atriði sem hann var í rúmtal alltaf Nei, bara Ég hef aldrei komist upp með þetta í vúrt Því að ég þekkti allar Varst að leggja þig? Nei, í rauninni var ég ekkert eins og að leggja mig, ég bara beið Það er erfiðar Í póka? Það er miklu erfiðar að gera ekki neitt en að Þú er þetta versti starfsmaður sem ég hef Ef það er einhver svona lagarmaður í dag eins og þú Hann var verri en ég Það er 10 sinnum erfiðar Blöð allan tók blaðið og safnaði pöntunum Þetta er líka bara að þú ára að sópa Lást í pappspók Þetta er eins og líka að þú ára að sópa til dæmis Það er erfiðar að þykjast þér að sópa
Gott bara sópa Allan það Rikki G og það seldi einuna dínu millið sem var á baki þarna í vinnunni sko. Allan í closed a sale Svo bara fór hann á bak Þau eru mikið spurningið Veist ekki því Góðaði vúrt bara Ég eftir rúmfattalarinn það Jisk Mórallar sko og geggjaðir allir við Hvað rassandlit ákveð að breyta svo rúmfattalarinn yfir í Jisk þá þarf að reka þann Þú trúð segir ekki Jisk, þú segir Jösk Þú segir jöss Hæ? Herru, byrjum þess að spurningið King of Idol Seasonal keppni King of Idol Þekkjur Money Sim Já Af því að hann var í Idolni Já, ég fatt þetta núna Ég var lengt að tengja við þetta Þekkjum Jóa líka Svona kynni með Þekkir hann báðir Reynda sig að segja Steindi Sko blöð þekkir hann En Steindi nákvæmast Búa hlið við hlið Ég get lofa því ég þekki Simma betur heldur en Steindi sko. Þið er ekki neighbors Nei, en ég var Ok, næsta spurning Við getum báðir hringt núna í Simma og tala við hann og það er ekkert weird sko. Þá hljótu við að þekkja hann bara Nei ekki Hvað er þetta að skrifa niður stígin? Ég er bara undirbúin að þessu spurningu Þið fatt ekki, þetta er eitthvað kræfandi að sjá svona keppni sko. Varst ekki búin að semja þetta? Ég bara eti þetta spurningu 2 Ok Sturla skómurinn þegar hann sér því í smárlindinni Nei, hann gerir það alveg ekki Mjög Blöð langt að fann að ljúa Ég hef verið með smárlindinni Ég sé þegar lappaði þú bara að lendir segja í í gær Það var ekki ein manneskja sem sturlaðist Já, þú veist, það fyrir sem ég alltaf hliðina Nei, það er bara alls ekki Það segir maður ekki bara lappa og þú getur smálind og kringla á þess að fólk segja eitthvað Léttilega Kjátt að þessi En Það er eitthvað ruggla ef blöðurinn væri kannski með gig í Smáralind á Þorláksmessu þá myndi fullt af úlingum kannski koma og heyri þér sko. Þá myndir að Þetta er gera bara að svitt gleyma glerorkíkinu Já, það var enginn að sturlast þar sko Það var enginn Nei Það var tómt Herru, þetta er 0, ekki stig Steindi, þetta segir mig það Steindi Junior fyrir bara Þetta að segja að þú farið bara í kringluna og bara lappir silkislagur og ekkert við þessi Það er sem ekki legari aldrei vita hann eins Nú skal þetta bara elda ykkur Næstu þið farið félagarnar af auðvitað úlingandi láta ykkur ekki í friði Það er Alltaf að vera hreinskil í Það þessari farið keppni næsta lagi Þið eru heilsað Hæ Ok, það er 1-1 Ertu Idol hjá gælum? Jesus Christ Nei, það er alls ekki Það er alltaf að svara bara Þetta er ekki þannig keppnið þið að ljúa Nei, góðan mín getur bara staðfest að ég er ekki Idol hjá leinum gælum Það er bara Ég vil að labba hann að biffa með blöð Hvað með góðum þar? Hvað ákveðist að spyrja okkur ef að þú Ég stjórna bara þessari keppni Skilur þú? Ekki Idol hjá gælum, ég get alveg loðið því Þið náttúrulega áttu þetta biffatímabil svolítið saman Þú þekkir þetta meira með blöðarinn Þá varst þú aldrei að biffa hann Jó, Steindi er oftur að bifja Hann situr alltaf og talar eins og hann er bara Nei, ég er að segja Engin verið oftar að biffa Ég er að segja þið voruð miklu meira saman á biffa Já, við vorum upp á borðum á þessum tíma Þetta var einu sem eftir fyrsta þáttinn Þá fórum við þangað Sverri Bergman fór upp á borðu Herru, næsta spurning Nefna, Steindi var náttúrulega eftir að svara Kannski er hann Idol hjá Stefán Nei Shit Joe eða Cocksucking Joe var kynnir á Idol á sínum tíma Cocksucking Joe keypti sér að mansion daginn fyrir ykkur 400 miljónir á 2 mansion Nei, í svona 100. sinn Ég veist að eiginlega ég fer að hætta með þessa spurning Hvað meinarðu? Ég er ekki að grínast Þú spyrðu okkur sömu fokking spurninguna Hver einustu vik Við erum búin að segja þér að svona 100 En oft þetta spurja sömu spurningu til að fá þig ekki Við erum ekki fluttir síðan þú spurðir síðast Þannig bara næstu spurningu Búum bara eins Já, þetta er bara sama svara síðast Farða aðeins að reyna að öfka þetta spurningum hennar Þetta er mig góður Sko, ég get ekki alveg hoppaði við þetta Ég þurfum að svara það spurning Bara alveg sama við sögum í síðustu viku Please farði í næstu Það saði líka fullt nafna á nikkina Hann síti og alveg þrísvar Hann er kostandi Hörru, við skulum dagur með byrjaði morgun Tjóð byrjaði hann vel Hörru, ég heiti Shit Joe Sportsun, hann er að rífa sig í gang Hann er í þjálfun á Guðunni Helga sem er eitt besti einhverjum landsins Hann faðmaði mig Ég labbaði fram í brandri og eitthvað Heiti Shit Joe Og þetta er ekki eitthvað svona bara handshake Faðmaði mig svona 3 til 9 sekundur Þá var hann greinilega ekki að hlusta þáttinn Það er Shit Joe þannig típa Hann faðmaði þegar hann hitti þig Hann er ekki alltaf bara eitthvað handshake Nei, hann er geggjaður. Og þetta er bara eitthvað besta faðmað sem ég fengið Spurning búin, var þetta 1-1 eða? Þau eru komin hérna 3 spurningar af 9 Ég er að horfa á netuna á bríðin Já, við höfum að henda þeim í innbráðum Hún er ekki búin, ég er eftir að byrja Ertu Idol allra íbúa á Sauðárkróki? Nei, alls ekki Og það sannast Þarna gætirðu fengið. Úlfur Þið er svo humble Ég er bara hinskil Þú ert bara svona að reyna að vera leðilegur Nei, ég er ekki að reyna að Ég nenni því ekki núna Alls ekki að reyna að En leðilegur það myndi ringja samt núna random íbúð á Sauðárkróki Hann myndi alltaf segja bara, já ég kann vel við hann Flottur strák Þú ert shit Nei, ekkert allra, ég get alveg loðað því En næsta Finnur 1 króksvara sem elskar ekki blöðaran Já, þeir eru alveg Reyndu að finna nokkið hann. Treystu mér Ertu það mikið idol að þú ert officially
á topp 10 yfir tekjast og skemmtikraftar landsins? Nei, það er ég ekki. Ég er það ekki. Ég veit ekki sem hvort tala. Ég er bara að lesa blöðin. Það er bara, stendur bara svara. Viltu eitthvað fara yfir það hvað ég var að lesa á það? Nei, ég er bara spurning, skilur. Nei, ég held ekki. Þannig að bara svara, þú veist. Þetta er bara já og nei spurning, þetta er ekki flókið. Þetta er bara svo getur betur, þú ætti að geta betur það. Ég bara veit það ekki, það er bara satt. 2-1 við stenda. Hefur Gjalla sagt við þig? Þetta er leiðilegt. Þetta er svo Hvað er svo leiðilegt þessi keppni? Þetta er bara eðlileg keppni. Nei, þetta er ekki eðlileg keppni. Það er eins og þetta reynar leiðilegur. Ég er ekki að reyna að vera leiðilegur. Já, hvað er næst? Ég sagði, nú kemur bara eðlileg spurning. Ég sagði, hefur Gjalla sagt við þig? Hvað er að gera þetta? Damn the devil to the hell. Jæja, það er allavega klátt að Steindi Junior Idol mitt í dag. Akkur segir alltaf mitt nafn. Þetta er Steindi vann þetta 2-1. Skuldum auðvitað svo að fá alveg gestir. Það er Bríett og það er svala fullt maður. Ég held að þú þurfa að fara að setja 7 tími í þessa keppni. Það er bara þannig. Já, það fyrir 4 klukkutímar þessa sko. Já, ég mitt. Það held ég fyrir að hlusta hér á FM 95 blöð á FM 957. Þetta var Gimme Love með Sia. En já, talandi ástæða komið mikil ástíðingað í stúdíóðu því að það er nú skrítið að kalla það ykkur idol-dómaran okkar því að þetta eru 2 stærstu popstjörnur Íslands, Bríett og herra Hnittur sem er átnið verið velkomin. Takk fyrir. Hvernig er þið? Ógeðslega ræst. Já, geggjaður, jú. Við erum bara við erum frekar góðir sko. Herru, þáttur í kvöld. Frumari, let's go. Bara sería 2 af idolinu. Og við erum peppuð. Já, ég er frekar pepp sko. Já, meira pepp núna heldur en fyrra með þess Ok. Já, ég er það, erst þú það ekki? Jú, ég bara Ég man reynda sko ekkert. Get ekki setið kynni. En hvernig er það? Var erfitt að finna svona sterkar keppindur aftur eða er bara nóg til að geggjum þau söngur? Nóg til, ég meina þetta var eiginlega bara, þú veist, fáránlega sterkur hópur í ár sko. Klálega. Ég held líka að við kannski hvart nokkra sem að fórði ekki fyrra þegar við sáu seríunni fyrra að taka þátt í ár þá. Já, 100%. Líka fólk læriði í fyrra, sko, hérna, fólk hefur greinlega hort á seríuna í fyrra því að það voru aðeins minna Adele lög núna, sko. Þú veist, það var eiginlega bara, þú veist, 7. hvert lag í fyrra, sko. Hvað er vinsæltalagi núna? Hvað er fólk að syngja núna? Hvað er the hot shit núna? Var það ekki finnska Eurovision-lagið? Það var allavega Það er rosalegt. Það er upp á slæginu. Það er rosalegt lag. Það er gott lag sko. Þetta var bara alls konar fjölbreytni í þessu sko. Ekkert eitthvað svona eitt sem svona þið bara allir voru að taka. Nei, er það? Nei, ég finnst það, ég man í alvörinu ekki neitt sko. Ég man ekki eins og hverju að keppa Þú þarft ekki að spáði því Þetta er bara út. Ég er bara, já En þú veist eins og núna eru, þú veist, átabröðar eru búnar. Þú veist, bröðar eru búnar. Það er enginn sem getur komist núna inn í keppnina. Þannig að ég alveg segja þetta. Er sterkar að mæta með frumsammelag? Sko það sýnir náttúrulega miklu meiri karakter og það sýnir að þú getur eða getur ekki gert það sem við erum að leita að því á endanum viljum við náttúrulega að þessi manneska sé listamæður í húhár, skilur, og gefi út sitt efni og þetta verði epískt dæmi, sko. Akkur er það ekki hérna í live þáttunum? Akkur er ekki að fólk fái sig hérna fyrir einhver þáttir að þetta er söngvakeppni, þetta er ekki í rauninni Idol hefur alltaf verið þannig, þú kemur og syngur þekkt lög, sko. En svo er einhverju pródúsentar sem hjálpa þér kannski að búa til lag svo eftir að þú ert búin að slá í gegn, sem er allt annað mál. Ég meina það var engin þjóð til og það var ekki fyrir Ásgeir Stolfeld góð, sko. Þú væri búin að taka þátt í Idolinu. En segjum við þetta, segjum bara Steindi Junior að taka þátt, bara 15 ára, ok, og hann er með yfirvarskegg og hann er alltaf 10 sötta, bara alltaf 10. Og hann er geggjað söngvari. Hann vill alltaf ekki henda, hann veit hann syngur Creed betur en allir aður á Íslandi. Hann hendi því ekki beint fram. Hann byrjar á okkur svona sem hann, ok, ég fer í gegn á þessu lagi og setji þessari veistlu okkur til í fæn. Það er ekki að hugsa þetta svolítið þannig. Ég held að þetta er góða punktur í agli. Þú þarft að vera búin að hugsa svolítið leiðina en í þessu að þú ætlar að fara alltaf leið. Ég myndi mæta 14 ára með yfirvarskegg og stakka Creed. Ég er náttúrulega fyrir utan það. Ég er ekki að tala þú 15 ára með yfirvarskegg, en ég er að tala að setja á bombónuðinum þar til þú ert komin í live show. Það er ekki að spila það rétt. Sko, það er samt alveg áhættur sem fylgir því að þú veist aldrei hvenær er hent út. Ef þú setur á bara ásónuðinum þá þetta eru allir ásar að borði bara í fyrsta moment. Nei, ég myndi ekki að gera þannig. En þú veist, vilt ekki eiga bombuna hana inni fyrir the final? Já, bara fyrir live shows allavega. Já. En vissu þið hver myndi vinna þið fyrra? Nei. Sáu það svona snemma bara, ok, við veitum hvað vinnur. Ekki. En núna?
Er það með eitthvað favorite í huga? Já, ég alveg með svona það einmanneski sem allavega svona top 3 held ég sko Það? Já. Hver? Ég segi það ekki Sjáu þið fljótt top 10 einhvern veginn þróast svona, þú veist Já, algjörlega, þetta, já, það er oft sko, líka bara svona, þú veist kannski áttu mannskjan ekkert góðan flutning en að komast áfram út frá bara öllum síðustu flutningunum sem voru, þú veist, síndum mikinn karakter, síndum mikinn, bara mikið reyns, Þannig að þetta er ekkert eitthvað bara svona eitt Nei, þú veist, ég held að fólk verði mjög pyrra stundum á því að eitthvað svona, þetta var glata hjá hann í dag eða honum með eitthvað, svo, þú veist, er það að gleyma kannski að í fyrstu bruni var manneskjan einmitt með frumsamið episk lag og maður er að halda í, þú veist, það skilur sem að, þú veist Já, þú ert að tala eins og bara á stíi 2 að manneskjan fari kannski áfram að því að hún átti svo góða fyrstu ég skilji Má sína þetta clowns í dag, eða það er búið að banna það í fyrstu þáttunum? Það er búið að banna það Það er búið að banna það, sko Hvað trúður ákvað að skrúa fyrir það? Það er alltaf í heiminum hægt Ég elska alltaf við ættulega trúandir í fyrstu 2-3 þáttunum Hvað maður mætir og verður þetta skammar, who gives a shit? Já, sko, það er náttúrulega sko, það er smá svona, ok, maður horfir á ædolið fyrir löngu, skilur upp bara upp úr aldamótunum, bæði hérna og úti, það var, þú veist þú situr hérna, skilur, bara dómar þú veist, hérna, þetta lítur upp til mann og maður er bara eitthvað að kýla niður fyrir sig, skilur, það er ógeðslega ósmekklegt líka í dag, skilur, ok, ef þú skist að þig 2004 þá voru sem ég allir búin að gleyma þig bara á þriðjudegi en núna er bara, þú veist, ef þú skýtur á þig þá er það bara lúpa á TikTok og YouTube og Facebook og Instagram En þetta lið, það náði samt ofta að búa til fullt í kringu sig Ég meina William Hung Já, hann er svo eini sem er einnig sensation Hann setur bara eitt dæmi að mörgum Hann sendist þetta ammæliskveið Já, en hann er svo eini, getur nefnt mér eitthvað annan sem var hræðilegur sem var frægur Ég meina, ok, þetta var samt lélegt dæmi því að hann vinnur við það að senda ammæliskveður þannig að hann er ekki búin að góða búntur sko. Já, hann var ekki bara að vinna við tónlist En ég skil þinn punkt segjum að koma okkur trúður og verður þetta skammar Þú veist, auðvitað vilt ekki sparki leikandi mann en gríni fyrir mig sem heima að horfa á þetta er að sjá gæjan drulla og þú lesir ekki yfir honum á sama tíma en ég vil meina að kötta út trúðana höfum trúðana En sko það er líka sem ég finnst mér finnst þetta öðruvísi þegar ég var að horfa á bandaríska ædolið af því að þar varstu með mannesku sem var alveg pottið að hann væri rosalega góð söngkona meira sem mammenar og eða pappi með og bara þessi stelpa getur sko stungið sko og svo bara svo var þetta hræðilegt og þau í sjokki og einhvern veginn ég er svolítið gaman að því staðin fyrir kannski einn á hótel Loftlöfum búin að skita á því einhvern veginn og svo ferðu bara þetta er munur hvernig þetta var á Íslandi og Bandaríkjunum Hver ætlar að verða bad boy í dómyndinni í ár? Ætla þessi ekki Bríett Þú hendið svolítið í real talk Hún er bad boy of idol sko Ég er bara real, skilja Það er bara eina sem ég reyni í lífinu, sko Elskar að gefa fólki lestur Nei, ég meina, ég er bara að segja sannleikan Ég er ekkert að reyna að leiðilega, sko Þú veist, ég er bara Já, ég meina, kannski þarf ég þá bara að fara aðeins aftur í æfingabúðunar og koma í season 3 Já, ég að gera eitthvað alveg annað bara Mér stundum er gott í lífinu bara að fá lestur, skilur heldur svona bara að fá líf eftir það Já, það er bara hjálpatæki Ég held að sé ekkit að því að skrá sig og fá bara herri, þú ert ekki nógu góður Það er bara Ég elskar að fá lestur, fá Bríett sko og bara alveg heyra Sjöfullega ég gaman að Ég var skert, það finnum mér Er erfitt að, nú, það er í þessari tónmynd, það eru allir söngur, það eru kannski alltaf verið þannig á Íslandi Já, það er reyndar alltaf verið þannig Eina Bárða var einhvern tímann Eina Bárða reyndar, já Er erfitt að vera listamaður sjálfur og vera fólk sem er að reyna að taka sitt fyrsta breyk að skjóta það niður þó að sé ekki gert harkalega kannski Já, það er alltaf erfitt sko. Þetta er mjög en maður verður samt líka við erum alveg saman það, maður verður líka svolítið dofinn annars sko, því maður að sjá svo ógeðslega marga og við fáum ekki að kynnast fólkinu sko áður eins og þú veist sjónvarpinu eða skilur bara allir hér á undan að tala við fólki og kynnast því skilur þannig að þú veist, við erum bara að fá einhvern veginn sem er bara alveg autt blað og svo bara syngur hann fer skilur og það er svo auðvelt fyrir mann að vera líka bara einhvern veginn alveg aftengdur í því að bara vera leiðilegur skilur Svo er maður líka, ekki það ég sé að líka sér saman eins og þegar í draumunum skilur á einhverju tímabúti að við mætum bara klukkan 9 og erum bara að filma allan daginn skilur og það eru kamerur bara þú veist einhver staðar í einhverjum hótt, við sjáum ekki svona kameruna skilur, það er bara það langt í burtu og bara drappera fyrir og þannig að maður bara gleymir líka að það sé kamera skilur og það bara einhvern veginn getur maður, sem er gott sko, þá getur maður bara verið real
Já, en hann er líka kannski mikilvægt fyrir keppanda sem kemur inn að þeir séu bara í ágæti skapi ekki til að koma ógeðslegt SMS í kaffibreykinu og eitthvað bara Einu sinni sagði ég bara nei að því þurfti að pissa sko. Það er helviti hart fyrir þann keppanda Hvað er við þessum fílum ekki? Ég veit það ekki, það er mýga Það er mýg, bara nei frá mér Nei, mannskjan var ekki góð, ég lofa Þetta byrjar í kvöld á Stöð 2 og við hvetjum alla til að fylgjast með Sko, eru þið ekki til í karaoke-keppnina? Er það? Ég var að spáða stjæta á eitt lag Þeim líst ekki vel á það sko Nei, ég ætla samt svona að Við tókum þetta ofta á sínu tíma Við þurfum kannski að fara að rifja þetta upp líka Nei, Við þurfum ekki að fara í karaoke-keppnina Látum bara fólk syngja sem kann að syngja En það er samt líka svolítið erfitt sko. Að vera góð, að vera eitthvað Að vera atvinnusöngur og mæti karaoke sko. Já, er það Erum við að henda ykkur undir út Það er veldur á hvað þið fáið Því að það er the greatest rapper of all time og svo bara einu bestu söngkonu sem við Íslendingar höfum átt En það veldur á hvað við gefum ykkur, skilum Algjörlega Við viljum ekki segja nei, sko Við værum ekki velta steina bara í auglýsingum Já, sko, við erum ekki fyrir auglýsingar Ég ætla að hendi eitthvað þetta Við ætlum að setja á talandi mætum Netan baði auglýsingar og Blöð hendi því frá Hann ætti að fá bara auglýsingar Við skuldum þetta ekki alveg strax Þannig við ætlum að setja á mann sem var the bad boy of Idol hérna á sínum tíma Bubba Mortens og skoðum þetta aðeins með karaoke Já, ég ætla ekki að gefa þetta upp á bátinn Tjekkum á þessu Hárið til að hlusta FM 95 Blöð hér á FM 957 og það er Black Friday á Keiluhöllinni farið inn á keiluhöllin.is og fáið 20% afslátt af öllum gjafabrifum og svo er okkar besti maður Hreimur að spila þar í kvöld Hann er frábær Hann er geggjaður, þannig að það er stemming í Keiluhöllinni í kvöld Já, ég kynnist honum hérna ég kynnist honum eins og þér Við kynnust í Sundlaugarði á Tenerife, Sian Park Já, það er mjög erfitt að vera illa við Hreim Já, ég hitti Hreim sko, hann var með nokkur vinni sínum og ég fóð með þeim í Sundlaugarði tókum heilan dag og bjóra og smá jager og urðum alveg geggjaði vinnir Topp maður Þetta er stödd sagan, hún var góð Ég rakst á þessa hérna Hvað? Já, bjallan, þetta er svona út með morgun þátt Ég fór að pæli í sko, það er búið að vera svona bjalla á FM í svona 30 ár Þú veist, það er alltaf einhverjum með svona fjör Já, við Það er ekki að breyta því sem virkar Við þurfum að fara að virka í bjölluna maður Gefa pítsur Og brennslan með þetta Okkur vantar svona shit Eitthvað er til Við erum ekki meðinnit svona dót En við erum ennþá með Bríeti og Átmaður Netusmjör hérna hjá okkur og ég er búinn að ná að doblaði karaoke-keppni Þannig að Samningar náðust og við erum auglýsingar og lag Og við erum tröflaður á meðan eins og í basketball Sko, hvort ekki að vil byrja? Sko, mitt er 14 mínúna lag Ég skal byrja ef ég má það Ég vil bara klára þetta sko Ok, og vilt taka plásturinn af? Já Það byrja á Fram í virðinni Hvaða lag ætla þú að taka? Bara klára Ég ætla að taka Rólu Kúriki Með Bríeti Ok Sem er eitt besta lag sem ég gert við Það er rosalegt lag Ég ætla að þú myndir rappa Já, sko Já, algjörlega, ég kem sífælt óvart Það er a strong point Þannig að setja sér núna út í Algjörlega, ég er að setja mig í viðkomustuðu Við sem domnend hérna, nú erum við domnendin Við elskum að setja að taka sjansa Og bara Við fílum það Herru, hér byrjar þetta og ertu tilbúin? Já, ætlaði ekki að spyrja mér eitthvað hvað ég geri Já, þú ert að koma sem ædolkeppari Hvað gerir þú? Hæ, ég er Átni, hvað gerir þú? Ég er í skemmtarnabransunum Skemmtarnabransunum, já, mér finnst þið kannast eitthvað við Og hvernig gengur? Já, það gengur bara fínt, takk Business is booming, eða? Já, svona, allt í lagi, svona vel bara eftir COVID Já, ok Og hvað lag ætlar að taka fyrir okkur í dag? Ég var að pæli að taka Rólu Kúriki Eftir Bríeti Það er rosalega Stort lag Stort lag og ég meina við segjum bara sviðið þitt Takk fyrir það Tilbúin, og byrjuð þetta Ríða textin Blind Það setja pressu núna á Bríet Sjátt á Steppa, frenda minn Hann er kókurinn Sjátt á Steppa Bríet Hvað ætlar þú að taka? Ég ætla að taka Seventh Element með Vítas Ok, aldrei heyrst þetta Nei, við þurftum að googla Já, við þurftum að googla Vítas Seventh Element Já, en þarf það að koma hingað og sjá textan eða kantu textan? Sko, ég þarf 150% að koma hingað og sjá Ok, textan góðu, mörstu það hér Kemur þú hérna Herðu, þetta er Vítas Seventh Element King Vítas Við erum að tala við hana líka Já, við erum að spyrja nút í lagið og svona Svissum hérna
þú verður að hækka Það er geðveikt hátt Já, ég kenni það að ég er eini sem kann á takkana Næstu ekki og ég er ekki að fara að gera neitt sko. Hann er geggjör tökunum Við segjum bara velkomin, hvað heitir þú? Ég heiti Bríet Bríet, verður velkomin, hvað gerir þú? Svona, þú veist Hvað gerir þú? Hitt og þetta? Hitt og þetta, sorry, ég var ákvæði stressuð Hvernig hækka Það er slakað bara á. Hvað segir Þú voru að hjálpina að hækka Ég heyri svo illa Já, ég er náttúrulega eini sem kann á takkana Við getum farið yfir málunum með Það er ekki G, tímir ekki köpa nýja headphone Það er mögulega ástæðan fyrir Ég hef aldrei séð svona Og hvað sér, hvaða lag ætlað þú að flytja fyrir okkur? Seventh Element með Vítas Ok, og okkur er það lag? Ég mist viðlaði svona lýsa mér svo vel Ok Já, við erum spenntið drengir, eða ekki? Jú, ég er spenntur að heyra viðlagið Ég reyndar þarf að míga Þannig ég vonið þessi gott Það var heldur gott að fá eitt svona stert núna Svo ég geti haldið í mér En bara að maður sjá, nú ætlum ég að koma yfir Eat og Play Því ég er eini sem kann á takkana Ædólið er búið í Nóakró Ég er tilbúin En spurningin er samt að ég var aðla Eru þið tilbúin? Já, við erum bara klár Ok Gauður, þú væri alveg til að dansa þetta á dansskólinu, eða ekki? Stendur líka með sweet moves sko. Ok, ég vil samt að þið takja við Við ætlum að fara fram og hitta hérna keppnina Og fá þið bjór En hérna Má þessi bjór? Nei, hún drekkur ekki eins Hvað hefur þetta lag verið allt mitt lífsand? Gauður, þetta er svo gott lag Þetta hljómar er svo lag sem bara á blast á modnana sko. Nei, veit ég get alveg sagt ykkur hvað gerðist nákvæmlega hérna Bríet var ekki alveg hrifin að það fara í karaoke Þannig hún gerði það sama kona mín þegar við fyrir með henni í karaoke Hún tekur tequila Já, næs Sem er það bara Og einast náttúrulega segir bara tequila Nei, þetta var samt hérna sko, rétt tóntegund í hérna ha-ha-ha-drastlinu sko. Þetta var alveg reyns og ég var alveg að sína hvað ég get Náttúrulega besta Viltu meina að Bríet að vera að gera niðurlega þig út henni fjölskyldum með þessu lagi? Nei, það var hún alls ekki að gera Því að mér varst geggja að hún skildi taka þátt Og það er stærsta skrifiður út að keppa í Idol Það er að taka þátt sko Þannig að ég þakka henni fyrir það Það er líka gott að taka hérna humla Já, svo kemur lag sko Sér þetta syngja þess veist sko. Það er ekki humma allan lagið Nei, maður tekur náttúrulega bara helstu partan í þessu Þetta var, já, Idol-keppni Blökasins drengir, ég ætla að byrja þér Steindi Hvort er það fyrir áfram? Sko Hvernig eru það heitt í Austurbæ? Nei, það er ekki Austurbæ lengur Nei, þetta er ekki Austurbæ Það er Hljómahöllin Hljómahöllin Hvað er áfram í hljómahöllina? Sko, við getum bara hleypt öðrum keppandunum Mitt faglega matan er að sko Bríet veit alveg að hversu góð söngur hún er Hún hefði ekki að tekið Power of Love og við höfum allir grænjað hérna En hún ákvað að bara taka eitthvað lag sem hún er bara að stríða okkur og stríða þjóðinni þannig með þessu meðan að Hnetan setti sig út fyrir þægindaramannana og endar sýnir enn og aftur hann frábær söngur ekki bara rappari og ég elska Bríet út á lífun en ég þarf því miður að gefa Hnetun eða Já, Hnetan fyrir áfram Ekki að grínast Ég ætla að gefa Bríeti sko frábært lagaval Þetta er gott lag, ég var að uppgöta þetta lag og ég ætla að spila þetta mjög mikið Þetta er líklegast bara eitt upp á slæminn í dag En ég hegsa að Hnetan taki atkvæða frá Junior í dag Hvað er í gangi? Bríet, Ég má aðeins stoppa þetta hérna Alvöru lestur, Idol lestur sem er geggjað Ég verða að hleypa Hnetun áfram líka Þetta er ósátt við okkur Bríet Árni Árni Hvað meinar? Hann er competitive Við getum orðað þetta þannig Þið komast kannski bæði áfram en Árni fekk the golden ticket Já, það er svolítið þannig En Bríet, þetta er ósátt við okkur Já, eðlilega ósátt Þetta var svona win-win fyrir þig Því að ég komst áfram á þínu lagi Þitt faglega mat Sem er besta lag sem búið verið til sko. Og talandum þitt lag Bríet Af því þú ósátt við okkur Að þá ætla að enda Geðu stenda myndil, hann reykir aftur Við erum búin að reykja Við erum ekki bara reykja í stúdíónu Ég var að komast áfram í Idolinu Rikki er fullu núna Það er FM ökk í gangi Það tekur ekki eftir því mentókinu Ég hef aldrei skilið þetta er bara reykur En ég meina við förum út Pluss að geitungar hata reyk sem er á rosalega fægt sko. En Bríet, þú farir ekki ósátt hérna út með okkur að máttu plaka tónleikunum Það eru sturlaði tónleikar núna í desember Og hvenær eru þeir? 17. desember 17. desember í Hörpu Já, þetta var Kósi Pási Það er rosalega dagsetning Harpa líka Bríet í Hörpu Velun síðastur hún með tónleika Við segjum á mistum að síðust tónleikum Við verðum að mæta núna Verður ekki lagt mikið í þetta núna Sko, þetta er náttúrulega ekki sama sjó, sko Þú veist, en þetta verður öðruvísi sjó sem er bara mjög Þetta er all-in Sko, ég er basically að taka úr, sko, fríkirkjunni Kósi Intimate yfir í stækkaða
Já, Geðveikt. Þannig að það verður reyndast Ég er búin að kaupa með það Og meðasalinn á tix.is Tjekkið á því Bríett í hörpunni 17. desember Takk hella fyrir komuna Takk fyrir okkur, Elsku maður. bestu Idol í kvöld. Idol í kvöld á stöð 2 Það er bara pop og sófinn Já, það er bara þannig, pop og Pepsi Max maður Let's go. Þetta er ekki flóki, takk aftur Og fallið lag, en kannski ekki alveg svona föstudagsstemmingin Olivia Rodrigo með Driver's License Ég var að vonast til þess að myndi spila þetta lag sem Bríett tók á hann Já, Orginalinn. það er aldrei að vita Það vítas. Það detti hérna inn En Það er spilun Já, þau eru farin þessi snillingar sem við minnum á Idol í kvöld Það er komið að lokum hér hjá okkur, drengjónum Við verðum með, blöggastið á þriðjudaginn sjálfsög Einmitt. Og annars er það bara föstudaginn eftir viku Og það er föstudaginn fyrsti DS-drengir Þá verðum við gýr í mönnum Það er rosalegt og herru, fyrsta DS þá kemur út nýtt jólalag, takk fyrir Með Steindar Fóttur Junior Það verður frumflutt hérna Frumflutt hér í F9 Já, já. næsta föstudag Að sjálfsögðu. Þannig að ekki missa því Egið hvað- góða helgi, þetta er hvað á ég að rosalega hafa- helgi Enski boltinni mættur aftur Hvað keppna ég að hafa fyrsta DS, það er King of hvað? Já, svona með að við keppnum í dag Og kannski bara spurningum að gefa henni smá pásu Það er King of Christmas eða næri jólun Er þetta ekki bara King of December? Eða? Ég veit ekki Desember Það er hræðileg hugmynd En hérna King of City of Joy, Akureyri Við erum að leiðin En King of Tits, út og Clear Favorite Og já, þetta Það hljómar var það. fín lokar og klukkan er líka orðin 6 með klukkan Þetta er rosa flott hjá honum og erum við þá ekki bara flottir? Ég er bara komið gott Já, ég held að svona með allir eru ennþá vinir Þá eru við bara Erum við að bæta ykkur við þetta? Hvað ég Er það hér, ekki? Egið góða helgi Ég þarf að vera mættu líka annað, ég er að fara að vinna áfram Egið góða helgi Absolutt Takk fyrir í dag og, herru, skuldum hérna síðast auðlýsingabakan Ég ætla að henda á eitthvað rosa lag en svo vist ekki Egið góða helgi, heyrum við í ykkur Bye